Jæja, góðan daginn, kæru handboltavinir, Ingvar Nákason heiti ég og ætla að fá að kynna hérna verðlaun fyrir síðasta Íslandsmót sem nýliðið. Þetta eru Íslandsmót ólísdeildir karla og kvenna og grilldeildir karla og kvenna og þetta eru ýmist verðlaun sem eru kosin af leikmönnum og þjálfurum og svo það einnig þjálfarar sem að kjósa ein verðlaun sem eru Sigríðar og Valdimarsbikarinn sem eru veitin eftir. Þetta eru 34 verðlaun sem við ætlum að veita, þannig að við þurfum svona bara að vera þolinmóð og gefa þessu smá og eftir hver verðlaun þá Guðmundur B. Ólafsson, formaður HSÍ veitir afhendir verðlaunin. Róbert G. Gíslason ætlar verðlaun minna handar held ég, svona til þess að lesa á bikarinn á hana og svo verða allir í myndatöku eftir hverja afhendingu, bæði einstaklings og svo báðið saman, þannig að ég ætla að biðja ykkur að gefa því gaum. En já, við bara kannski áður en við byrjum, bara þökkum kærlega fyrir nýliðið tímabil og fyrir hönd HSÍ og Ólís, þá bara þökkum við kærlega fyrir frábært tímabil og það nýliðið, þannig að við erum bara klári í slaginn. Við ætlum að byrja á háttvísisverðlaunum HDSÍ, sem dómarar og eftirlitsmenn sem velja þau verðlaun, sem kjósa þar. Og það fyrsta lagi háttvísisverðlaun HDSÍ kvenna og það frá IBVF Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir. Gefum henni gott klapp. Og hún ætlar að vera í myndatöku og hingra síðan eftir makkernum, já. Fyrst mynd með formanninum. Og hún hingra síðan og þá það háttvísisverðlaun HDSÍ karla og það Árni Bragi Eyjólfsson, KA. Og þá gefið þeim báðum gott klapp. Glæsilegt. Herriði, þá það unglingabikar HSÍ og það félögin sækja rauninni þau verðlaun og senda inn rökstuðning fyrir af hverju þau eiga að fá þau verðlaun, hvernig gengur í uppbyggingarstarfi, hvernig við gengið bara heilt yfir veturinn. Það ýmislegt sem telur þar inn í árangur og eins segir líka bara ef það aukning og annað, þannig að það geta öll félög átt tilkall til þessa bikars. En unglingabikar HSÍ að þessu sinni sem að nefnd á vegum HSÍ kaus og valdi úr sendum umsóknum eru Haukar. Gefum þeim gott klapp. Og það sjálfsögðu myndataka réttu megin við Guðmund. Þetta betra hliðina Guðmundar. Glæsilegt. Og þá komið að því að veita verðlaun fyrir markahæsta leikmann fyrstu deildar kvenna 2021. Það grilldeildin og hún skoraði 154 mörk, kemur úr HK og heitir Sara Katrín Gunnarsdóttir. Glæsilegt. Það held ég. Og hún hingra þá og markahæsti leikmaður grilldeildar karla 2021 kemur úr Kríu með 178 mörk og heitir Kristján Orri Jóhannsson. Og svo saman glæsilegt. Heyrðu, þá það markahæsti leikmaður ólísdeildar kvenna 2021 með 121 mark, kemur úr Fram og heitir Ragnheiður Júlíusdóttir. Hún hingrar
að klára myndatök og svo hinkrar hún. Kjartan með þetta allt á hreinu. Og þá það markaðasti leikmaður Ólísdeildar karla 2021, kemur úr KA með 163 mörk, Árni Bragi Eyjólfsson. Og saman. Glæsilegt. Þá komið að því að veita verðlaun fyrir besta varnarmann fyrstu deildar kvenna grilldeildarinnar. Hún kemur úr liði Val U og heitir Ida Margrét Stefánsdóttir. Og þá komið að veita verðlaun fyrir besta varnarmann og grilldeildar karla 2001 og það leikmaður Víkings Hjalti Már Hjaltason. Gefum honum gott klapp. Og saman. Glæsilegt. Þá komið að því að veita verðlaun fyrir besta varnarmann Ólísdeildar kvenna 2001 og hún kemur úr IBVF og heitir Sunna Jónsdóttir. Og þá það besti varnarmaður Ólísdeildar karla 2001, kemur úr Stjörnunni Tandri Már Konráðsson. Og svo saman. Akkurat. Glæsilegt. Og þá það verðlaun fyrir besta sóknarmann og grilldeildar kvenna 2001 og þetta náttúrulega allt verðlaun sem að leikmenn og þjálfarar kjósa og besti sóknarmaðurinn í grilldeildinni kemur úr HK, Sara Katrín Gunnarsdóttir. Og svo það besti sóknarmaður fyrstudeildar karla grilldeildarinnar úr Kríu, markahæsti leikmaðurinn, Kristján Orri Jóhannsson. Og svo saman. Það var enda búið að taka þessa mynd á þann, það skiptir ekki máli, mjög gott. Þá komið að því að veita verðlaun fyrir besta sóknarmann Ólísdeildar kvenna 2001 og hún kemur úr Íslandsmeistaraliði KA Þór og heitir Rut Arnfjörð Jónsdóttir. Og þá það besti sóknarmaður Ólísdeildar karla 2001, kemur einnig að norðan úr KA Árni Bragi Eyjólfsson.
Glæsilegt. Og þá er komið að því að tilkynna hver var besti markmaður grilldeildar kvenna 2021 og hún kemur úr Aftureldingum, Eva Dís Sigurðardóttir. Og þá er það besti markmaður grilldeildar karla, kemur úr Haukum U, Andri Sigmarsson Skeving. Glæsilegt. Þú megi alveg borða með þessu sko. Já, við erum hálfnuð þannig að nóg eftir sko, þannig að bara endilega njótið. Heyrið, þá er komið að við höldum bara áfram. Besti markmaður Ólafsdeildar kvenna 2021 kemur úr Íslandsmeistaraliði KA Þór, Matea Lónats. Og þá er það besti markmaður Ólafsdeildar karla 2021 kemur frá Selfossi, Viljus Rasimas. Glæsilegt. Þá er komið að vinsælasta parinu í húsinu, besta dómaraparið 2021 og það eru Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson. Og það er Jónas Elíasson sem að tekur við fyrir hönd þeirra beggja. Og svo saman. Glæsilegur. Já, tapt á það. Glæsilegt. Og þá er komið að því að veita verðlaun sem annars vegar Sigríðarbikarinn og svo Valdimarsbikarinn. Við hefjum leik á Sigríðarbikarnum sem er mikilvægasti leikmaður deildarinnar að mati þjálfara. Það eru þjálfara sem að kjósa þarna og Sigríðarbikarinn 2021 kemur úr Íslandsmeistaraliði KA Þór og heitir Rut Arnfjörð Jónsdóttir. Og þá er það Valdimarsbikarinn sem er karlamegin og það er svo sem búið að taka þessa mynd áður bara með minni bikurum, en þetta er Árni Bragi Eyjólfsson. Og svo saman. Vel æfð pósa. Glæsilegt. Þá er komið að því að veita verðlaun fyrir besta þjálfara í grilldeild kvenna 2021 og það er þjálfari Aftureldingar, Guðmundur Helgi Pálsson. Og Guðmundur hingrar, akkurat. Besti þjálfari í grilldeildar
grilldelta karla er ekki á svæðinu en hann kemur á HK og heitir Elías Már Halldórsson og Daniel Berg ætlar að veita þessu viðtöku. Gefum Elíasi gott. Þetta er alvöru. Glæsilegir. Og þá er komið að því að veita verðlaun fyrir besta þjálfara í Ólísdeild kvenna. Og það er þjálfari Íslandsmeistarana Andri Snær Stefánsson. Og þá er komið að því að veita verðlaun fyrir besta þjálfari í Ólísdeild karla 2021. Hann er því miður ekki á svæðinu en kemur á Haukum og heitir Aron Kristjánsson. Gefum honum gott klapp. Og Haukar taka við þessu fyrir hans hönd. Ekki að taka eina saman alltaf, ekki? Já, akkurat, tökum eina alltaf. Já, allir léttir í hádeginu. Glæsilegt. Þá er það efnilegasti leikmaður grilldeildar kvenna 2001. Hún kemur á HK, Sara Katrín Gunnarsdóttir. Glæsilegt. Og þá er það efnilegasti leikmaður grilldeildar karla. Kemur á Haukum Guðmundur Bragi Ástórsson. Einu viðbót, Kjartan. Glæsilegt. Og þá er það efnilegasti leikmaður Ólísdeildar kvenna 2001. Kemur úr Íslandsmeistaraliði KA Þór, Rakel Sara Elvarsdóttir. Og þá er það efnilegasti leikmaður Ólísdeildar karla 2001. Og hann kemur á Aftureldingu, Blær Hinriksson. Það er ekki að gleyma þessu verðlaunum með 30, Kjartan. Bara svo að vita að þetta heim ekki vinna fyrir mig, og þetta haldið mér maður og honum. Þá er það harðust æfingu. Á þeim nótum förum við í næstu verðlaun. Það er sett leikmenn ársins í fyrstdeild kvenna og karla. Við byrjum á fyrstdeild kvenna og það er leikmaður Fram og Framu, Erna Guðlaug Gunnarsdóttir. Glæsilegt. Og þá er það leikmaður ársins í fyrstu deild karla, grilldeild karla 2021. Kemur úr Kríu, Kristján Orri Jóhansson.
Glæsilegt. Og þá eru síðustu verðlaunin, það annars vegar besti leikmaður Ólafsdeildar kvenna og besti leikmaður Ólafsdeildar karla. Við byrjum á kvennamegin og já, hún kemur að sjálfsögðu úr Íslandsmeistaraliði KA Þór og heitir Rut Arnfjörð Jónsdóttir. Og þá það besti leikmaður Ólafsdeildar karla 2021. Og þetta held ég allavega í þriðja skipti sem taka mynda sig saman. Þetta heppilegt borð, Árni Bragi Eyjólfsson. Og það saman, þetta öðruvísi bikarar, þetta allt nýtt. Svo reynum við að taka hana mynd af öllum bikarum eftir saman, en það kannski tekst ekki. Gefum þeim aftur gott klapp. Heyri, þá formlegheitum lokið og ég bara fyrir hönd HSÍ og Ólís og annarra styrktaraðila þakka fyrir frábært tímabil. Óskum Íslandsmeisturum til hamingju karla og kvennamegin, Valur og KA Þór og sigurum í grilldeildunum og ég ætla bara að biðja ykkur að njóta veitinga og takk fyrir veturinn og sjáumst aftur í haust. Takk fyrir mig.